Já, góður áhorfendur, velkomin að Rauða borðinu. Í kvöld ætlum við að hafa að sumleyti svona tvískiptan þátt. Fyrst ætlum við að fara út á Reykjanes og ræða við Guðbjörgu Kristmundsdóttur, formanns Verkalýðs- og sjómannafélags Keflavíkur og nágrennis, stöðuna sem þar sem mjög alvarleg. Þar var mikið atvinnuleysi áður en að koronaveiran skall á. Var farin að nálgast 10%, ég held að það hafi verið 9% mælingar þar. Ég veit ekki alveg hvað atvinnuleysi komið núna, það sé ekki komið upp í svona 14% og margir telja að geti farið bara upp í 20% eða svo. Það er náttúrulega gríðarlegt áfall fyrir samfélagið, gríðarlegt áfall fyrir sveitarfélagið og innviði þess og við munum aðeins ræða við Guðbjörgu þessa stöðu. Þar á eftir þá koma hingað Logi Einarsson, formaður Samfylkingarinnar og Drífa Snædal, forseti Alþýðusambandsins. Ef maður horfir svona langt aftur í tímann þá eru þau eiginlega að deila stöðu sem einu sinni var því einu sinni var formaður Alþýðusambandsins jafnframt formaður Alþýðuflokksins og við hleypum við langa sögu að þá rann Alþýðuflokkurinn inn í Samfylkinguna, þannig að segja má að Logi sé formaður Alþýðuflokksins jafnframt. Og við ætlum að ræða stöðuna, stöðu almennings gagnvart þeirri kreppu sem að koma og kannski hvernig almenningur getur sameinast innan þings og utan til þess að ríkisvaldið bregðist við í takt við hagsmuni, vonir og væntingar almennings en elti kannski ekki of kröfur fyrirtækjaeigenda sem eru lagðar fram í gegnum Samtök atvinnulífsins og Viðskiptaráð sem að því miður og í gegnum tíðina oft hefur raunin að Viðskiptaráð hefur stært sig til dæmis að því að 85% af kröfum þeirra sem hefur lagt fram á þessari öld hafi náð fram að ganga. Ég held að það hlutfall sé ekki jafnt gott hjá Alþýðusambandinu og verkalýðshreyfingunni og hagsmunasamtökum almennings almennt. Ef við byrjum suður með sjó, þar Guðbjörg Kristmundsdóttir, tiltölulega nýr formaður, þú ert búin að vera í rúmt ár sem formaður í Verkalýðs- og sjómannafélagi Keflavíkur og það hefur bara eiginlega gengið á með áföllum síðan að þú tókst við. Það Vá í fyrra sem að hvarf og þá dettið þið niður í mikið atvinnuleysi og svo það að fá þetta núna og svona í fyrsta kastinu held ég að megi fullyrða að Reykjanesbær og Reykjanes, svona norðanverð Reykjanes, verði fyrir svona mesta högginu í upphafi þessara kreppu. Já, sæll. Það rétt. Þetta var kannski slæmt að mér að vera að taka að mér þessa stöðu formannsins. Ég veit ekki hvort að þetta allt saman mér að kenna. Því að við höfum svona verið að grínast með það á skrifstofunni eftir þetta fyrsta ár sem ég kom með meiri reynslu heldur en margir sem eru búin að vera í þessu starfi í 20 ár. Því að við erum búin að prófa svo gott sem allt. En já, staðan ekki góð og á eftir að versna. Þú varst að tala áðan með tæplega 10% atvinnuleysi, mögulega 20%. Ég held að það sé mjög varlega áætlað og ég held að það verði hærra og svo náttúrulega líka stór hópur, mjög stór hópur sem kominn inn á svona inn í hlutastarfaúrræðið. Þannig að þetta ansi há prósenta sem komin í einhvers konar úrræði, það ansi hættið því. Já, ég var að lesa eitthvað daginn svona það sem við vorum að meta hversu mikið áfall þetta væri í bandarísku efnahagslífi og þá voru menn að bera það saman við heimskreppuna þar sem að atvinnuleysi fór hæst upp í 24%. Þannig að þið eru raunverulega að keyra inn í ástand sem að samfélagi hlýtur bara eiginlega að vera að riðlast. Þetta svo mikið álag á samfélagi að fótunum svo kyrfilega kippt undan því að eiginlega allar ráðagerðir út á gluggann, öll innviða uppbygging samfélagsins, öll svona tæki sem að þið hafið til þess að halda utan ykkar fólk, að það reynir raunverulega á allt í samfélaginu. Já, algjörlega. Og ég held að þetta komi ekki almennilega í ljós fyrr en að við byrjum að rísa upp aftur. Það náttúrulega svo mikið lokað og sumstaðar engin starfsemi. Það fer ekki virkilega að reyna á þetta fyrir en að hjólinn fara að snúast aftur og við þurfum að fara að byrja að vinna. Þá sjáum við hvaða fyrirtæki koma til með að standa í lappirnar og hver ekki.
og þá átta kannski atvinnurekendur sig á betur hvernig staðan hvort að þeir geti ráðið inn eitthvað að þessu fólki aftur sem þeir voru að segja upp sem að margir að vonast til. Maður heyrir það á fólki þegar það hringir að það segir já, þetta tímabundi og svo fæ ég vinnuna aftur og ég held að fólk vanmetir svolítið stöðuna hvað þetta alvarlegt. Það svona, fólk að reyna að halda í jákvæðnin og bjartsýnina en ég held að þegar að allt fer að snúast aftur og þá svona sjáum við alvarlega bara hver staðan Já, það eru fáir sem sumir að tala svona vaflagakreppu en þeir sem að það gera taka svo fram að það alveg ljóst að ferðaþjónustan mun vera lengur að jafna sig. Það ekki þannig að hún skjótist upp í sömu hæðir strax í haust, heldur verður sá hluti af vaffinu, hann verður mjög aflíðandi gagnvart ferðaþjónustunum. Þannig að það ljóst að ástandi hjá ykkur verður ekki samt, maður geta kannski talað eftir 2, 3, 4 ára eitthvað svoleiðis, en það allavega langur erfiðu tími sem þeir fara að gangi í gegn. Já, það alveg á tæru. Því að við vitum það líka að munurinn á þessu og hruninu var sá að fólk gat flutt erlendis og fengi vinnu þar. Það alls staðar sami vandinn, þannig að fólk flytur ekkert. Og þar var ferðamaðurinn að koma annars staðar að og koma peninga inn til landsins. Fólk sem búið að vera fá skertar tekjur, það ekki það fyrsta sem á forgangsröðinni hjá þeim að fara að ferðast. Þannig að fólk þarf að byrja á því að borga upp skuldir sem hafa safnast upp og annað slíkt. Þannig að ferðaiðnaðurinn eins og segir, hann stekkur ekkert á stað aftur bara strax. Það virkar ekki svoleiðis. En vonandi tekur hann þó fljótt við sér og það erfitt að giska, erfitt að spá fyrir. Já, en þegar við orðum fyrir öðrum áföllum, einu sinni var herinn hann upp á Miðnesheiði og hann farinn, einu sinni var höfnin full af fiskibátum, mikill kvóti í Reykjanesbæ, hann meira og minna farinn, ekki svipur í sjón sjávarútvegurinn sem þarna Þannig að þetta kannski svona dregur svolítið fram hversu viðkvæmt samfélagið þarna Suður með sjó raunverulega. Já, ég myndi segja fólk í Reykjanesbæ og Suðurnesjum orðin svolítið svona sérfræðingar í áföllum og orðin ansi fær held ég við það að taka dýfur, þannig að við verðum vonandi bara líka duglega að koma okkur upp úr því aftur. En vissulega var samfélagið veikt fyrir út af falli WOW, þannig að það þarf að hlúa rosalega vel að öllu og passa það að þeir einstaklingar sem voru kannski illa staddir að ýmsu leyti, til dæmis búnir að vera kannski atvinnulausir í ár eftir fall WOW, að þeir týnist ekki einhvers staðar í þessari hrúgu. Já, svo sveitarfélagið ykkar, það stendur illa, það var eiginlega tiltölulega nýkomið af gjörgæsludeild félagsmálaráðuneytisins eða hvar það geymt, hvar sveitarfélagin núna, það alltaf að vera að beita þessu, ég að ruglast. En það var svo skuldugt að það var raunverulega með takmörkuð sjálfræði. Hefði ekki verið eðlilegt við aðgerðir ríkisstjórnarinnar að hefði komið fram einhver pakki til þess að hjálpa sveitarfélögum til þess að mæta svona áfalli eins og í Reykjanesbæ sem að hefur raunverulega litlar bjargir til þess að mæta aukinni kröfu þjónustu samhliða mjög fallandi tekjum því að þau eru að missa gríðarlega útsvarstekjum við þetta áfall. Já, jú, vissulega hefði það þurft og eins og segir Reykjanesbær var komin á gott flug við að vinna sig út úr sínum vandamálum. Það eru reyndar 3 sveitarfélög í mínu stéttarfélagi og Reykjanesbær sennilega staðið verst en ég held samt, ég búin að vera að bera svolítið saman hvað sveitarfélögin að gera og hvað þau hafa verið að gera til þess að aðstoða sína íbúa og ég held að Reykjanesbær engin eftirbáti þar þeir eru held ég bara alveg að halda dampi en svo þetta náttúrulega spurning hversu lengi þetta verður og þegar þú ert með sveitarfélag eins og Reykjanesbær sem rétt skriðin upp fyrir brúnina og var rétt farin að sjá ljósið þá þarf ekkert mikið til þess að það riði eitthvað þannig að ég ætla að vonast til þess að það verði horft suður eftir með svona
hýru auga og kom einhverja aðstoð til. Þetta samt svolítið sérstakt. Það svo rosalega mörg, til dæmis eins og Fjölbrautaskólinn og sjúkrahúsið. Það svona eins og við séum Suðurnesjum, við séum einhvers konar pínu olnbogabörn Íslands vegna þess að fjárlög til þessara stofnana eru alltaf lág. Og við erum alltaf svona með þeim lægstu og það búið að mótmæla þessu á ýmsum stöðum. Þingmennirnir sem eru eru búin að vera að reyna að tala málið, en samt einhvern veginn er ekki, við höfum stundum fengið eitthvað svona aukalegt og eitthvað, en það tala allir þetta, bæði sjúkrahúsið og Fjölbrautaskólinn, hvernig einhvern veginn við verðum út undan í þessu. En þannig að ég vona bara að það verði passað sérstaklega, því að ég held að þó svo að mörg svæði eftir að fara kannski illa, þá held ég að Suðurnesin séu svæði sem það virkilega hafa áhyggjur af. Já, það stundur sagt þessa bæi sem eru svona í kringu Reykjavík að þetta séu svona eins og blindublettur fyrir stjórnvöld. Þetta hvorki landsbyggðinni, höfuðborgin og það oft ekki gripið til aðgerða þegar kemur eitthvað svona högg, þegar kvótinn hvarf á Akranesi þá var ekkert gert og þegar þið hafið lent í áföllum þá var miklu minna gert heldur en ef þetta væri kannski svona skýrari landsbyggð. Það oft sagt að fólk getur bara ekki strætó og farið til Reykjavíkur og fara að vinna þar. Það virðist stundum vera stemmingin. En mér langar að spyrja þig, Logi, sem komin við rauðaborðið ásamt Drífu Snædal. Í ykkar gagnrýni á aðgerðapakka ríkisstjórnarinnar kom ekki til tals að raunverulega gera kröfur það að sveitarfélögin fengi einhvern stuðning, því það sagt við svona aðstöður að ríkið hefur seðlaprentunarvaldið, seðlabankastjóri hefur sagt að hann ætla að prenta svo mikið krónum að þangað til að bankarnir bara biðjum ekki meir, þannig að það tróða þá fulla af krónum. Sveitarfélögin ekki í þessari stöðu, þau geta ekki prenta sinn eigin gjaldmiðil. Ekki eðlilegt að ríkisvaldið komi og styðji sveitarfélögin í að mæta þessu áfalli sem þau eru klárlega að fara að mæta? Jú, við höfum reyndað að tala þetta, en þetta kom nú ekki inn í breytingatillögunum okkar, því að þar vorum við að vinna bara með tillögu ríkisstjórnarinnar og við komum ekkert að þessum frumhugmyndum tillagnanna eins og þetta en þetta alveg nauðsynlegt út frá því sem þú segir. Á sama tíma núna verið að gera kröfu að sveitarfélögin sinni betur félagsþjónustu, ráði fólk í vinnu, ráðist í framkvæmdir leið og þau eiga að gefa eftir tekjustofna, vitandi það að þau hafa enga möguleika á því að afla sér tekna. Og að því þú nefnir þetta, þá var ég nú bara að lesa það fyrir klukkutíma síðan að norska ríkisstjórnin og allir flokkar á þingi saman lögðu núna fram þriðja aðgerðapakkann sinn og hann þríþættur, hann sveitarfélög, námsmenn og búsetustuðningur, húsnæðisöryggi og svona gróft reiknað verið að verja samsvarandi peningum á 70 milljörðum í beina stuðning við sveitarfélögin. Og þetta sér maður náttúrulega alveg nauðsynlegt núna í dæmi Reykjanesbæjar. Reykjanesbær kannski svona svolítið ýktur barómeter á Ísland efnahagslíf. Sveiflurnar þar verða alveg svakalegar og það þetta áhyggjuefni að það þarf til lengri framtíðar að breyta atvinnuuppbyggingu þar og gera hana fjölbreyttari. Þannig að menn farið þá ekki algjörlega í kassu þegar að ein atvinnugrein fer. En mér finnst við horfa dálítið mikið á þetta bara út frá tímalínu baráttuna við veiruna. Auðvitað það bara fyrsti fasin, en við sem höfum aldir eftir öld staðið og hort á hafið, við vitum að það kemur önnur alda eftir þá fyrstu og við erum að fara kannski yfir þessu kröppustu núna og þá þurfum við að verja bara störfin, við þurfum að verja kaupmátt fólks og við þurfum að verja viðkvæmustu hópana, hvort sem að það fátækt fólk, launamenn, börn eða innflytjendur. Í annarri bylgjunni þurfum við svo að búa okkur undir það að gera þessa vaff-kúrfu sem þú talar bara eins bratta og hægt En svo í þriðja lagi erum við að fara að takast á við ótrúlega skrýtna og kvika framtíð þar sem að koma inn brjálæðislega tækningar annað. Þar hefur Drífa reyndar
bent á að þar verði lykilatriðið, þetta sem hún kallar, held ég, sanngjarnur yfirgangur, hún kannski leiðrétti þá eftir, það að segja það að þeir sem eru í veikustu stöðunni, að þeir verði ekki fyrir barðið á þessari tæknibyltingu. Þannig að það sem ég að segja einfaldlega, við þurfum að vera með fókusinn á veirunni og aðgerðum á meðan að hún ríður yfir. Við þurfum á sama tíma að búa okkur undir næstu 2-3 ár en ekki heldur missa augu á framtíðinni. Logi, mér langar að tala við ykkur svona stjórnarandstöðu og þú talar hér, en hafið þið raunverulega einhverja aðkomu, hvar fer stjórnarandstaðan fram? Þið eiginlega þingið hálfparti komið heim, þið ætlið bara að afgreiða það sem að ríkisstjórnin kemur fram með, þið fáið eitt svona tíma sem að þið megið spurja ráðherrana, en að mörgu leyti þá til dæmis staða ykkar og svona, og þið eru náttúrulega fulltrúar helmings kjósenda eða bil. Þannig að raddir þeirra eiginlega koma ekki að ákvörðunum, svona veigamiklum ákvörðunum sem að okkur sagt að við eigum að vera að taka saman. Þetta ekki eitthvað skrítið við þetta ástand? Þetta auðvitað afleitt og við auðvitað sögðum, þó svo að það hafi verið hægt að benda á það, að það hafi verið hagstjórnarmistök að safna ekki í forðabúrið í þessum brjálæðislu uppgangi, að við vissum að við vorum að síga inn í kreppu, en leggjum það til hliðar. Það auðvitað ekki hægt að kenna núverandi stjórnvöldum veiruna og við erum að takast á við ótrúlega skrýtna hluti og við sögum bara við skulum bretta upp hendur, ermar með ykkur og koma með ykkur í þessa vinnu. Það boð var ekki þegið, heldur var okkur sagt að þau myndu koma með tillögurnar og við getum verið með í að vinna þær svo inn í nefndu. Við höfum gert það að samviskusemi og sáttfýsi og tekið undir með launþegahreyfingun og fleirum þætti sem hafa auðvitað gjörbreytt hlutabótafrumvarpinu sem það besta sem að komið hefur fram hingað til af öllum aðgerðunum, líka skilyrði fyrir brúalánum og öðru, en auðvitað hefðum við eins og stjórnarandstaðan í nágrannaríkjum okkar vilja koma að borðinu strax og ég eiginlega býsna hissa á því að þau skildu ekki hafa þegið það boð af því það var sannarlega gert með góðum hug. Annað dæmi lýðræðið að ég bendi þér á að fyrir utan Sprengisand þá þetta fyrsti þátturinn sem ég boðið í sem stjórnarandstöðu flokksformanni eftir að þetta kemur upp. Ég hef ekki ennþá komið á RÚV. Nei, það það sama, þingið heima og síðan þessi þættir sem eiga að fóstra almenna umræðu í samfélaginu, að þeir eru algjörlega stútfullir af skilaboði frá stjórnvöldum og við tölum eiginlega bara við ráðherra og valdsfólk. Þetta undarlegt ástand. Má ég spyrja þig, Drífa? Logi segir að stjórnarandstaðan komi að þessu til þess að hafa geta hugsanlega breytt tillögum stjórnvalda, að þau komi ekki að því fyrir þar, þau komi ekki með svona mótandi tillögur inn í ferlið. Hvað með verkalýðshreyfinguna og Alþýðusambandið? Fáið þið möguleika á því að pússa agnúan af þessu eða eru þið við borðið það sem verið að taka ákvarðanir með hvaða hætti við ætlum að mæta þessu áfalli? Það allur gangur á því. Við náttúrulega komum okkur að borðinu út af sóttkvíafrumvarpinu sem var upphafið að þessu og í kjölfarið þá hlutabótafrumvarpinu sem tók náttúrulega gjörbreytingum í samtali þingsins við okkur. Við erum svo í samtali og samræði við stjórnvöld bæði formlega og óformlega sjálfsögðu. Þannig að en við myndum að sjálfsögðu vilja sjá miklu þéttari og betri aðkomu. Hlutirnir gera svolítið hratt núna. Það lagt fram frumvörp, maður kemur fyrir nefnd, svo allt í einu tekur þetta gjörbreytingum í nefndum. Nefndastarfið á þingi hefur verið óboðslega mikið og frumvörp hafa stökkbreyst inn í nefndum miklu meira heldur en við höfum séð áður. Það eru einhver veruleiki sem við höfum kannski þurft að vera miklu fastari á að ýta á að fá að koma þá oftar fyrir nefndirnar. En við höfum verið kölluð til og við höfum gott talsamband við stjórnvöld, við höfum það og reynum að ýta, en að sjálfsögðu erum við ekki að koma öllum okkar málum í gegn. Við höfum til dæmis lagt áherslu á það að styrkja stoðirnar, styrkja atvinnuleysisbæturnar, styrkja það kerfi okkar og mér finnst gott að sjá félaga Guðbjörgu í mynd
enda hún myndist á þá sem eru búin að vera kannski atvinnulausir í heilt ár á Reykjanesi. Staðan var orðin grafalvarleg áður við förum inn í þessa veirukreppu. Það voru komnir hátt í 10.000 manns á atvinnuleysisskrá og við vorum farin að þrýsta mjög fast á það að fara í úrræði fyrir þennan hóp, menntunarúrræði og önnur úrræði. Þannig að sú vinna að hefjast núna, góðu helli, við höfum aðkomu að henni, en eins og ég segi, það fer svolítið eftir málaflokkum hvar við höfum sterk aðkomu og hvar ekki. Ég vil líka bara benda á að það náttúrulega að gerast hlutirnir mjög hratt úr stöðumatið. Við náðum að forða því að það voru tekin góð skref í gær varðandi fiskvinnslufólk sérstaklega. Í hluta atvinnuleysisfrumvarpinu þá átti að undanskilja þau af því þau fara á atvinnuleysisbætur ef hráefnisskort er að ræða. Við vorum með mjög vaxandi áhyggjur af þessum hópi og sem betur fyrir náði að vinda ofan af því í gær meðal annars fyrir okkar gagnrýni og fleira að það fólk sett undir sama hatt og annað fólk í þessu samfélagi með hluta atvinnuleysisbótamáli. En það náttúrulega kannski stærsta einstaka aðgerðin og í rauninni hafa dagur í dag og dagarnir næstu farið að fylgjast með því hvernig þetta notað. Að við erum líka töluverðar áhyggjur af því að einhverjar sæta færis eða misskilja eða eitthvað slíkt. Þannig að það verður líka að passa það og við erum mjög meðvituð það að þetta geta verið 10 milljarða þegar upp í staðið, þetta eru okkar sameiginlegu sjóðir og þeir eru ekki að fara til fyrirtæki sem eru aflögufær og geta stutt sitt starfsfólk og atvinnurekendur eiga sjálfsögðu sjá sóma sinn í því að vera ekki að nota svona úrræði ef þeir þurfa ekki að þeim halda. Já, en nú þetta mjög undarlegir tímar, svokallaðir fordómalausi tímar og það bara, ég held að við upplifum það öll, okkur finnst þessi ár síðan eitthvað gerðist í síðustu viku. Þið nefnum breytingar á pökkum, að pakki ríkisstjórnar Trumps fór úr $1 trilljón upp í 2 trilljónir meðan það verið að búa hann til. Logi vísaði til þess að norska ríkisstjórnar að koma með sína 3. pakka. Það detta inn pakkar frá þýsku ríkisstjórninni reglulega. Daginn kom pakki sem væri upp á, minni mig að ég hafi reiknað að væri 34 milljarðar til stuðnings listalífinu. Þannig það dælt út vegna þess að stjórnvöldum allan heim alltaf að átta sig á því betur og betur hvers konar ástand þetta sem við erum að ganga inn í. Þessum langar til að spyrja, þarf kannski ekki að vera samtal, víðara og breiðara samtal inn í samfélaginu það hvers konar vá þetta því það umverulega ekki hægt að bjóða stjórnarandstöðunni eða verkalýðshreyfingunni upp á það, að vera bara að glíma við svona afmarkaða tillögur hér og þar, því að kannski þurfum við að setjast aðeins niður og segja, hvað að koma yfir okkur, hvað það sem mikilvægast, hvað ætlum við að bjarga fyrst? Þetta þannig að það sé áfall sem við tökum öll sameiginlega eða verðum við að horfa sérstaklega til Reykjanes sem að fá verri útreið heldur en bara Grindavík eða að þeir sem eru fátækastir og veikastir og öryrkjarnir sem að fá verri, þeir sem eru í framvarðasveitinni í heilbrigðiskerfinu, maður sér tillögur, ég held að vera í Ástralíu þar sem að allar hjúkrunarkonur fengu bara bónus til þess að það sem viðurkenning á þessu sérstaka ástæði sem við erum í. Það sem að ég að spyrja, mætti ekki vera meira samtal það, hvað að gerast? Í hverju Ég sammála því og ég held að hættulegasta sem við gerum núna að segja að við séum öll á sama báti. Við erum það ekki. Það mjög mismunandi úrræði sem það fyrir mismunandi hópa og þetta ekkert endilega sömu hóparnir og í síðustu kreppu sem þurfa mesta stuðning núna. Það ekki fólk með bílalán í erlendri mynt núna sem að fara á hausinn bara á 1 mánuði og það eru aðrar atvinnugreinar líka sem eru einhvern veginn eigundir högg að sækja. Þannig að við þurfum að passa okkur á því og það náttúrulega það sem við erum að hamast við öll frá degi til dags núna að sjá einhvers konar heildarmynd. Og það til dæmis verið þrýst á launafólk að fara að skerða sín réttindi eitthvað eða jafnvel segja sig frá einhverjum hækkunum á launum, fara inn í kjarasamningana, auðvitað búið að þrýsta á það. Við erum ekki til tals það nema í einhverju miklu stærra samhengi. Þar sem einmitt verið að greina hvaða hópar að koma verst út, hvar þarf stuðningurinn að vera, hvaða stéttir eru þetta og hvernig hægt að kompensera þá allar þær hugmyndir
mögulegar og ómögulegar sem upp hafa komið að breyta eitthvað í vinnuumhverfi eða réttindum fólks. Hvað segir þú, Logi? Það er ákveðin hætta á því að jafnvel þótt að fólk sé að reyna að vinna fullri samviskusemi og heiðarleika og reyna að gera eins vel og það getur, að ef það er ekki með svona skýra heildarmynd þá er hætt við þessu með rangar aðgerðir og erum kannski að reyna að verjast einhverju alltaf verið kreppu heldur við raunverulega erum að ganga inn í. Ég held að sé alveg hárrétt hjá þér og við þurfum að kalla alla að borðinu einfallega vegna þess að við munum þurfa að glíma við afleiðingar þessara hluta inn í langa framtíð. Það er ekki víst að þessi ríkisstjórn endilega verða að völdum þá. Það er skynsamlegt að grípa verkalýðshreyfinguna sem heldur utanum langstærstu og flestu launamenn í landinu bara mjög þétt að sér en að samaskapi stjórnarandstöðuna sem hefur 47-48% atkvæða á bakvið sig að kalla hana að borðinu. Ég er alveg sammála Drífu þegar hún segir við erum ekki öll á sama báti í þeim skilningi að við höfum mjög ólíka stöðu og við þurfum að verja þá sem er í erfiðustu stöðum. En við erum hins vegar öll á bátnum Ísland, IS eitthvað og við höfum mjög misjafna stöðu innan borðs eins og gerist bara og gengur á tórum og við þurfum að vinna saman. Það er það sem ég meina þegar ég segja að við séum öll á sama báti. En ég er mjög meðvitaður það og góð gagnrýni hjá henni á þetta vegna þess að við þurfum að vera mjög meðvituð að það eru ákveðnir hópar sem að þarf að vernda mest núna í samfélaginu. Það eru alls konar vandamál sem að munu dúkka upp sem eru allt annars eðlis heldur bara það að fólk sé að tapa tekjum eða missa vinnu. Fólk er í hættu að verða frekar einangrað. Við erum með stóran hóp af innflytjendum sem að fá í rauninni svona bakslag bara þegar þau átta sig á því að þau eru í krísuástandi þó að séu þetta sem betur fer miklu betra heldur en það sem að þau eru vön þaðan sem við komum. Það eru stórir hópar sem við þurfum að halda sérstaklega þétt utanum og þess vegna er það mikil vonbrigði að í þessum aðgerðapakka ríkisstjórnarinnar sem enn hefur komið fram þá eru barnabótaaukinn hann er 1% af heildaraðgerðum stjórnvalda og það er ekkert annað í pakkanum fyrir fólkið beint og heimilin til að tryggja húsnæðisöryggi, til að tryggja það að fólk geti staðið í skilum láni og annað slíkt. Það vantar alveg inn í hérna pakka. Mörg ágæti skrefir í stíginn og við höfum sagt við munum styðja þau öll sem eru til þess fallin að hjálpa okkur eitthvað í þessu, en við þurfum að horfa víðar, við þurfum að kalla fleiri að borðinu til þess að reyna að ná einhverju heildarmynd, eins og þú bentir á í upphafi. Já, það er hérna, ég veit að það er mikið af fólki sem að tengir ekki við það þegar að sem bara fjármálaráðherra kemur fram og segir að við höfum aldrei haft það betur og við höfum aldrei eins vel undir að búið. Fólk sem að misti húsnæði sitt í hruninu og er búið að vera á leigumarkaði, að þjást þar undir okurleigu og sem hefur étið upp allan kaupmáttinn alla tíð og upplifið að það hefur aldrei verið undir áfatt búið heldur akkurat núna. Þannig að þessi orðræða getur líka verið hættuleg og útilokandi að fólk upplifir að það sé bara ekki verið að tala til sín í samfélaginu þegar það er einmitt að vera að gera kröfu að allir lítur svo á að þeir séu á sama báti. En má ég spyrja þig, Guðbjörg, að því það er svo margir útlendingar, erlendir ríkisborgarar, innflytjendur í Reykjanesbæ. Staða þess fólks, þetta verður að taka mút af símanum, ég sé það. Já, staða þess fólks, hún er svolítið sérstök og sérstakt fyrir samfélagi að vera kannski með svona stóran hluta af innflytjendum sem eru að detta yfir atvinnuskrá. Já, þetta er svolítið tvískiptur hópur, þetta er bæði náttúrulega fólki sem er komið til þess að vera og svo er þetta svona svokallaðir farandverkamenn. Þeir eru nota væntanlega fyrsta tækifæri bara til að fara. Þegar þeir hafa ekki vinnu og jafnvel kannski í óöruggu húsnæði og eitthvað slíkt. Og þeir eiga kannski ekki beinlínis heima hérna, þeir eru bara hérna til að vinna. En maður hefur meiri áhyggjur af þessum einstaklingum sem búa hérna, sem eiga heima hérna. Og ég held samt að svona eftir því sem maður heyrir á þeim þá eru þau með svona svolítið sín samfélag sko. Og við höfum verið að spyrja fólk svolítið að því ertu ekki að hitta fólk og reyndar áður en að fólk mátti hittast. En
vissulega verða hópar einangraðir þarna og þá hef ég kannski minnstar áhyggjur eins og á Pólverjónum. Þeir eru svo margir og þeir eru svo duglegir við að búa sér til alls konar einhverja uppákomur, en bara eins og í mínu félagi einhver einstaklingar frá 42 þjóðum. Ég hef meiri áhyggjur af þessum hópum þar sem eru kannski fáir frá hverju landi. Hvað gerist með þessa einstaklinga ef þeir eiga ekki neitt bakland hérna þegar að þeir þurfa að fyrir sóttkví eða einangrun, fá þeir aðstoð og hérna við erum búin að biðja fólk að ef það lendir í einhverjum vandræðum að láta okkur vita á skrifstofunni og erum undir það búin að þurfa að fara að versla fyrir fólk ef út í það fer, þannig að maður er komin í alls konar þjónustu, en maður hefur áhyggjur svolítið af þessum hópum, þessu einstaklingu sem eru ekkert með neitt bakland hérna. Það er einmitt, verkalýðshreyfingin út af tengslu sínu við félaga og á þjónustu sem við veita eru í mjög nánum svona tengslum við almenning og fólk í verkalýðshreyfingunni fljótt að finna það hvar bjátar á, finna fyrir sársaukunum sem að fólk kannski sem er fjarlægðara getur svona gleymt þessu. En Drífa, það að ná svona saman einhverju samtali það, hérna, hvað er það sem er að ríða yfir? Hvernig getum við brugðist við þessu samfélag? Ef að stjórnvöld gera það ekki, er það ekki bara hlutverk ykkar í verkalýðshreyfingunni að gera það? Kalla til öryrkjabandalagi, stjórnarandstöðuna, leigjendasamtökin, bara öll almannasamtök til þess að ná saman einhverjum svona hugmyndum það hver er vilji almennings, hvernig það á að mæta þessu? Takk fyrir þetta prýðis hugmynd. Ég var nú að játa á mig að við vorum komin á gott flug í samstarfi við öryrkjabandalagið og búin að móta fínar hugmyndir sem við ætlum að fara að lansera þar og svo einhvern veginn fer bara hversdagurinn í bara viðbrögð. Það er allir búin að vera í viðbragðsskírnum, þannig að því miður hefur svona séð á þessu samstarfi en sannarlega eitthvað sem við þurfum að gera. En það er alveg rétt að við höfum verið kannski þetta bestri aðstöðu til að meta viðkvæmu hópana. Og sérstaklega þessi Guðbjörg nefnir þarna með fólk sem er ekki með bakland. Og ég hef verið í samstarfi við eða sambandi við sveitarfélögin og tryggja það að það séu líka félagslegar aðstæður að baki þess hvaða krakkar fá pláss og hverjir ekki. Það er náttúrulega rosalegt að vera einstæð móðir af erlendum uppruna, ekki með neitt bakland og barnið þitt er sendt heim af því að það er ekki pláss fyrir það. Og mér heyrist nú að flest sveitarfélög hafa mætt svona, en auðvitað eru þetta hópar sem einhvern veginn fá bara skjall og svo bara getur ekki mætt í vinnuna og þannig að við gerum það, við hefum gert það innan hreyfingarinnar. Ég virki það svona leiðilegt að tala í hertungumáli, að virkja herrað, álíka leiðilegt að þetta sjómannatungumál og að reyna að vanda sig við að finna eitthvað annað. Það er einhvern veginn allir í sömu klísjum þessa dagana. En og það er samninganefnd ASÍ og það er í rauninni fólk sem er með alla þræðina. Þetta eru formenn landssambanda sem geta svo heyrt í sínum félögum og við erum búin duglega að heyrast og það er í rauninni það sem við höfum verið að gera. Við höfum alltaf verið að reyna að finna hvar skóginn kreppi í okkar félögum, í okkar baklandi og höfum fengið update á því. En sú staða er bara stöðugt að breytast. Ég var að segja þeir hópar sem hefur áhyggjur af þá og þá stundina eru stöðugt að breytast. Til dæmis kemur upp að það eru farandverkafólk sem er ekki með skráð í húsnæði. Það er vandkvæði varðandi hlutabætur til þess hóps, sem er alltaf rosalegt Þannig að þú ert í rauninni ekki nóg með það að vera að svína þér á vinnumarkaði varðandi húsnæði heldur er verið að taka af því réttindi. Við erum að reyna að nálgast úrræði fyrir þann hóp, líka úrræði fyrir hóp sem við erum skammt hérna á Íslandi. Þannig að við höfum verið að bregðast við öllum þessum hópum en víðara samráð er sannarlega eitthvað sem við ætlum að huga að og fyrr en síðar af því að eins og bendir á þá eru mörg stjórnvöld komið 3. og 4. pakkan. Við erum í öðrum hérna á Íslandi. Við vitum að mun þurfa að gera meira og það mun þurfa að gera meira drastískt og þá er eins gott að fjöldinn allur sé við borðið. Já, Logi, þetta er náttúrulega mjög sérstakir tímar. Þetta eru rísa ákvarðanir, kannski stærstu ákvarðanir stjórnvalda. Já, maður bara að segja það, bara í sögunni.
En á sama tíma þá samkomubann, ef að við myndum hittast út á götu þá megum við ekki taka tal saman, þannig að sko tækifæri fyrir fólk til að stilla saman strengi sína og bara að deila svona tilfinningunni fyrir því í hverju eru lent, ég tala ekki og svo að hættan svo ef það gerist ekki, að þá það fyrst og fremst valdið sem að tala og svo sérstöku hópar sem hafa sérstakar aðstæður og koma sérstaklega illa út úr þessu, að þeir komast aldrei að í henni almennu umræðu í meginstraumsmiðlana, komast bara aldrei að. Ég held að þetta sé alveg rétt, en vonandi það náttúrulega tekur samkomubannið enda og fólk getur hist og mobilisera sig og jafnvel mætt á kröfufund og annað slíkt, en þetta með samráðið auðvitað svo mikilvægt núna. Vissulega hafa við þessar kringumstæður stjórnvöld, ríkjandi stjórnvöld, býsna svona mikið olnbogarými og svona auðvelt fyrir þau að réttlæta það að stíga svona dálítið fast í jarðar. Það einhver sem þarf að ákveða. En á þessari tækniöld, þar sem við lifum núna og erum að eiga samtal hérna á 4 mismunandi stöðum án vandræða, sýnir okkur kannski að við þurfum bara kannski að fara að taka þetta meira alvarlega hvernig við ætlum að þróa lýðræðið í landinu. Ég hjó eftir því í gær að, hvað heitir það, lýðræðisfélagið Aldan hafði gert skoðanakönnun hérna framtíð bankakerfisins, þar sem að kemur í ljós að 65% þjóðarinnar vill eiga aðkomu að því með einhverjum hætti að ákveða hvernig það á að vera. Ætla stjórnvöld samt sem áður að halda sig við það þegar að þessu líkur að selja hluti í Íslandsbanka, og það séu þetta augljós kostur núna að vera með næstu allt bankakerfið í höndunum. Við þurfum að eiga miklu meira samráð, en það á ábyrgð forsætisráðherra núna að kalla svona helstu aðila að borðinu en eiga jafnframt samtal auðvitað bara mjög víða og við þjóðin þetta. En þetta ekki bara ábyrgð hvers manns? Í búsáhaldabyltingunni þá tók fólk ábyrgðina og fór niður á Austurvöll og veitti stjórnvöldur svo mikið þrýsting að í svona 6 mánaða tímabili þá brugðu stjórnvöld við í takt við væntingar og kröfur almennings, svo gleymdist það, en það var smá tímabili, það var hægt að þrýsta á stjórnvöld í smá tíma. Vissulega, en eins og bendir á, sko, það eru físiskar takmarkanir á því hvað við getum gert af því núna. Þess vegna eru svona þættir og pistlar og álit fólks á samfélagsmiðlum skiptir bara gríðarlega miklu máli og ég finn það alveg að það eru svona færri kettir og meira svona bara skoðanir fólks á samfélagsmiðlunum, það gott, en við þurfum líka að hlusta þá eftir því, við sem að höfum þá vald til þess einhvern veginn að breyta hlutum. Herðu, ég var búinn að lofa að hafa þáttinn ekki á lengi því að Drífa að fara aftur að vinna, hún alltaf að reyna að laga þessar tillögur einhvern veginn býst ég við. Kannski hún að glíma við samtök atvinnulífsins sem vilja þau ekki bara taka burtu launahækkunina sem á að koma á morgun 1. apríl. Drífa, það þannig? Það hefur verið rætt. Já. Og því hefur verið hafnað. Ok. Herðu, en ég þakka gestum minni kærlega fyrir Logi Einarsson, formaður Samfylkingarinnar og Drífa Snædal, forseti Alþýðusambandsins og Guðbjörg Kristmundsdóttir, formaður Verkalýðs- og sjómannafélags Keflavíkur og nágrennis. Takk ykkur kærlega fyrir. Takk fyrir okkur. Já, takk kærlega. Næst á dagskrá á Samstöðinni morgunþáttur miðjunnar sem byrjar klukkan 9:30 í fyrramálið. Klukkan 3 öryrkjaráðið sem einmitt svona þáttur eins og við verum að tala núna, þar sem öryrkjar tala saman og reyna að máta stöðu sína á þessum voveilegu tímum. Ég verð síðan aftur annað kvöld klukkan 8 og síðan var nýr þáttur hér í dag sem hét Þín Reykjavík sem var klukkan 5 í dag, hann verður næst á dagskrá á 5. Svo á sunnudaginn þá verður Ögmundur Jónasson með þátt sinn Kvótann heim. Ég hvet fólk til þess að hafa samband eða vil taka þátt í því að aðstoða okkur við að halda þessari umræðu úti, þessari samstöð og líka ef að fólk vil spreita sig á að halda hér úti þætti, þá verður vel í það tekið. En ég bara segi takk fyrir í dag og sjáumst á morgun.